Jonestown í Guyana. Jæja, Heiður, eitthvað hefur togast aðeins í sundur? Já, Kópavogs búið að vera að fara að herða sig ef þeir ætla að ná Hafnfirðingum. Þeir eru með 10 stig en Hafnfirðingum með 14. Það sem sagt hálfleikur, við viljum segja nokkuð í leikliði eða við að fá skemmtiatrið fyrst meðan þið eru að pæla þarna, Hagyrðingar. Þeim gengur svo ansi vel þarna heimamönnum. Já. Stigunum þau sankaða sér og það sökum ekki að spyrja. Þunglega horfa þykir mér, en þetta nú rétt að byrja. Það er keppnisandinn. En Ragnheiður, ætlar þú eitthvað að vera með líka núna? Já, ég geti bætt við kannski einni. Ég var að horfa á frænda minn hérna beint á móti mér, dómaran, og það er alltaf verið að yrkja fólk svona og það hefur lítið verið ort hann og mér fannst hann svolítið afskiptur og vildi svona fyrir frænd sem við sakir bæta pínlítið úr því og datt þetta í hug: skarplegur með skegg á kinn, skellegur í dómarinn, réttar gæta sérhvert sinn, sýnist Baldur frændi minn. Og þá er komið að skemmtiatriðum frá báðum þessum stóru kaupstöðum og fyrst fáum við félaga úr Öldutúnsskólanum í Hafnarfirði undir stjórn Egils Friðleifssonar. Þau syngja finnskt lag Sympathy heitir það. Gjörðu svo vel. Þetta voru félagar úr Öldutúnsskólanum. Það voru 12:48. En nú fáum við næst brasskvintett úr hornaflokki Kópavogs. Og þessi kvintett ætlar að leika fyrir okkur leikapartur sinn. Gjörðu svo vel.
Já, þetta var brasskvintettinn úr hornaflokki Kópavogs og þá komið mál til þess að hefja leikina nýju og nú það Hafnfirðingar sem byrja, hraðspurningar seinni hálfleikur og 2 stig á spurningu, nú Þingistað. Og þá það fyrsta spurning. Of veikur Alvalds Bogi, hver lét þessi frægu orð falla og við hvaða kringumstæður? Þetta var Ólafur Tryggvason þetta var Erlengur Skjálfsson sem sagði þetta við Ólaf Helga. Þetta rangt í þetta. 3 sekúndur. Og 3. Ekki tókst það. Það var Einar Þambarskelfur Indriðason í Svoldaróðstöðum. Jæja, það var eitthvað, hérna rétt hjá. Þá kemur henni spurning. Það leynilögreglusaga. Það árið 1813. Mjög óvenjulega gest bera garði að Reynivöllum í Kjós, þar sem séra Árni Helgason ræður húsum. Gestur þessi klæddur íslenskum bóndabúningi, peysu og móruðum sokkum á höfðu. Rasmus Rask. Þetta alveg hárrétt. Það var bara Rasmus Rask og ég rétt að byrja. Þú djarfið Kristján Bensi sko, því ég hefði getað spurt ykkur aður allt öðru. Jæja, frá hverjum var peysan eða eitthvað. Jæja. Það greinilega mikil keppnisandi hérna, ég myndi þess að kosta það. Þá kemur 3. spurning. Í áramótaskaupinu núna var gert góðlátlegt grín að ráðherrum og ráðherra frúm. En árið 1909 var haft eftir mætri íslenskri konu. Það getur vel verið að húsbóndi hérna ætla að vera ráðherra, en ég ætla mér ekki að verða ráðherrafrú. Og hvað hét ráðherran? Ráðherra hét Björn Jónsson. Ráðherra hét Björn Jónsson, það alveg rétt. Og Kristján bæti við, hún hét Elisabeth Sveinsdóttir. Það nefnilega það, hvað hét amminnar? Alveg reynd. Komin að Axlabyrði. Já, hún komin að Axlabyrði, já. Nei, hann var komin að Axlabyrði, já. Það aldeilis gaman að þessu. Þá kemur 4. Hvaða skáldanafn bar sá maður sem orti þessa byrjun á löngu kvæði til aðvörunar elli móð, ævinni skal ég lýsa, móðir mín var fátækt fljóð, föru manna gekk hún slóð, átti sjaldnast eina nótt sér vísa. Þetta var Jón Þorkelsson sem orti undir nafninu Fornúlfur. Það alveg hárrétt. Þið fáið 10 sekúndur fyrir síðustu af þessum 5 þyngri hraðspurningum. Við spyrjum nafn á sérkennilegu náttúrufyrirbæri fyrir norðanland. Það 15 metra hátt og svo furðulegt í laginu að tilsýndar það sem ein hrikaleg fornaldar ófreskja skjögri á 3 fótum og stingi tríninu niður til að drekka. Hvaða örnefni þetta? 8, 9. Þið hafið Fyrir Norðanland. Fyrir Norðanland, já. Út í sjó. Út í sjó, já. Fyrir Norðanland. Hvítserkur. Hvítserkur, það alveg rétt, já. Það Hvítserkur í Húnaflóa. Jæja, þá kemur að ykkur, Kópavogsbúar, fyrsta spurning. Og það eru gæsaleppi byrja, svo ég hafi þetta alveg nákvæmt. Hví ertu svo fölur, ertu sár, eða fyrir hví biður þú þér eigi lækningar? Hvað hét þá maður sem þannig var spurður og hverjar voru kringumstæðurnar? Var það ekki Þormóður Kolbrúnarskáld? Og kringumstæðurnar? Þar sem hann hafði verið skotin öru í hjartastað. Í Stiklastað og já, þetta út alveg með þetta á hreinu, já. Hann var í orðstum. Þá kemur seinni leynilögreglusagan. Árið 1818. Ebenezer Henderson ríður héruð ásamt íslenskum túlki og öðrum þyrlariði. Hann sækir heim aldraðan íslenskan sveitaprest sem að heivinnu en hraðar sér heim þegar hann fréttir að hinum tegnum gestum. Fas hins útlenda gests ber vott hlýhug og virðingu. Hann gefur Jón Þorláksson á Bæjus? Jú, ég löng ekki nærri í ánægum með spurninguna. Það ekki lengi verið að því. Þið tókuð áhættuna því, ég spurði ekki með eitthvað allt annað. Og þá kemur 3. spurning. Hvar fór Sigurjón Pétursson í eftirminnilegt steypibað árið 1910? 3, 4. Var það í Öxarárfossi? Nei, ekki það rétt og þið hafið 3 sekúndur, hafningar. 2. Náðu ekki heldur, það var Foss en það var Seljalandsfoss og þið voru nálægt þessu.
Jæja, fjórða spurning, hvaða skáldanafn bar höfundur þessa erindis sem lesa má í frægu kvæði? Bitur frost og bálviðri, brutu vetrar grið, biskup valdi í verferð, hið vaskasta lið. Fjórar. Þær eru þingri. Þetta var Gestur, Guðmundur Björnsson, landlæknir. Alveg hárrétt. Þá kemur 5. spurningin hérna í þessum þingri flokki, þungavíktaflokki, þið hafið 10 sekúndur. Og við spyrjum aftur frægt náttúrufyrirbæri á hálendinu í þetta skipti. Það er að mörgum talið eitt fríðasta fjall landsins, þaðan sér vítt yfir Norðurland og Austurland og það var fyrst klifið af mönnum 13. ágúst 1908, svo sannað þyki. Er það Herðubreið? Þetta er Herðubreið og það er alveg hárrétt. Og eftir þennan kafla Heiður Ósk. Já, það er nú eins og Kópavogsbúar vilji halda þessum 4 stiga mun. Þeir eru með 18 stig en Hafnfirðingar með 22. Við erum að síga inn í loka kaflan. Viljið þið eitthvað mæla fram hagyrðingar áður en að lagt er nú í síðustu orustuna? Mér datt í hug þegar þeir voru að nappa þarna hvor frá öðrum, annar gat ekki og hinn fekk aftur stig fyrir það sem að hinu liðinu mistókst. Þá datt mér í hug eitthvað á þessa leið: snillingarnir spóka sig og sperra, spurningum þeir svara en fer í verra, ef þeir gata og aðrir sénsinn taka, út úr þessu stigum saman raka. En Böðvar, ert þú með eitthvað? Ég sé það á þér alveg. Já, mér finnst nú ekki útkoma nógu góð. Nei. Okkar fylking allavega einum og skammt til sigur stugði. Gaflarar eru greinilega gáfaðri en maður hugði. Jæja, þá er komið að þessum síðustu 5 spurningum sem geta alveg skipt sköpum, því það eru bjölluspurningar, ít á bjölluna, og 5 stig á spurningu ef þið getið það bara strax. Og þá kemur fyrsta spurning, og þetta er alltaf ég er. Þegar ég var aðeins 15 ára gamall, ætlaði stóri bróðir að banna mér að taka þátt í orustu, en ég svaraði því til að ég væri ennþá of ósterkur til að valda sverði. Þá væri gott ráð að binda höndina við meðalkaflan. Ég tók þátt í þessari örlagaríku orustu en særðist illa. Þetta er Haraldur Harráðinn orustkonungur. Þetta er alveg hárrétt. Haraldur Harráðinn. Og þarna fóru 4 stig suðrættir. Þá kemur önnur spurning, hún er gerólík. Ég er eitt allra vinsælasta sönglag Vesturlanda, samið af Clayton F. Summy. Ég er svo einfalt og alþýðlegt að margir halda að ég hljóti að vera þjóðlag, enda notaði Stravinski mig sem grunn fyrir fagnaðarpreludíu sem að samdi eitt sinn sérstaklega til 80 ára afmælisbarns. Texti minn er eignaður Mildred Hill og mun hún hafa ort hann árið 1936. Líklega hafa flestir hér inni og þeir sem á þáttinn hlusta einhvern tímann raulað mig. Það er vel trúlegt að einhver hér inni og alveg örugglega einhver þeirra sem nú horfa á þennan þátt hafi heyrt mig sungið fyrir sig í dag. Að minnstakosti þeir sem eiga afmæli í dag. Býtur við, það blikkar hjá Kópavogsbúum. Ég vissi að það er nú afmæli í dag. Það er nú afmæli í dag, segir hann, og hvað segir dómarinn, er það nú? 1 stig. 1 stig og það er alveg rétt. Happy birthday to you. Jæja, þá kemur 3. spurning. Og þó að Hafnfirðingar hafa aðeins fjarlægst þetta, hvað er með 7 stig yfir, og þá eru 15 stig ennþá í pottinum. Þá var það ég er enn. Ég fæddist í enskri stórborg árið 1940, settist að í þýskri stórborg sinn 1960, en lét lífið í bandarískri stórborg árið 1980. John Lennon. John Lennon, segir hann.
Það skiptir engum máli fyrir Kristján hvort það eru Bítlarnir eða Noregskonungar. Þetta er hvort ekki orðið fornöld hjá nútímafólki. Þetta er hvort ekki orðið fornöld hjá nútímafólki, segir Kristján Bessi. Já. Fenguðu 5 stig fyrir þetta, nú það er ekkert annað. $1,25 á hvern bítil. Jæja. Fjórða spurningar enn 10 stig í pottinum. Þetta er ekki búið. Og það ég. Það fel vel á því að ég sé á konum, aftan á þeim, framan á þeim og jafnvel á hliðunum. Á karlmönnum held ég mig oftast að framanverðu. Þetta er rennilás. Það er ekki þeirra. Þannig blikkar, hjá Kópavogsbúum. Rennilás. Þetta er rennilás, já, alveg árið. 5 stig! Hefur eitthvað spekulera í þeim? Þetta var mjög snöggt bað, eins og við segjum. Þetta eru snilldarlega svör á báða bóa. En nú kemur síðasta spurningin, Heiður Ósk. Hvernig við höfum að líta stigin á þetta byrjar? Já, Kópavógs voru með 24 stig en Hafnfirðingar með 31. Já. Nú já, ég segi bara eins og Bjarni Fel segir svo oft, þeir geta minnka muninn. Og þá það 5. spurningin og svo síðasta hér í kvöld. Nú á dögum ég í litlum metum hafður, en sú var tíðin að ég var að mörgum talin gjaldgengur í matvæla iðnaði, þótt ekki væri ég að skapi Vigfús Benediktssonar á Kálfafelli í Hornafirði. Ég bar sérstakt nafn á Norðurlandi, annað nafn á Suður- og Vesturlandi, en bæði nöfnin á Austurlandi. Ég þótti stórtækur á minni tíð, en gat orðið býsna aðgangsharður við minn vinnu veitanda og olli henni þá stundum bana. Mjólkur iðnaður var mín sérgrein og sinnti ég engum kúm en Tilberi, sagði Kristján Bessi og nefndi þetta. Já, þetta er líka. En hagyrðingarnir, þeir náttúrulega verða að segja eitthvað þetta. Hvað var? Saman þau, þetta er allt svo til andstæðingana. Þetta er allt til andstæðingana, já, þeir eru fyrirleiknir hérna fyrir sunnan, já. Saman þau svörin öll, sínum nefjum stinga, alveg í lygilega snjöll liðsveit Hafnfirðinga. Alveg lygilega snjöll liðsveit Hafnfirðinga, sagði Böðvar. Hvað segir þú, Ragnheiður? Er þetta botnin á þessu, lokin á þessu? Já. Já. Já, nema þú viljið koma eftir ég búin að afhenda á allt, viltu það eiga síðast orðið? Já, það er Konan vil oft eiga síðast orðið, þetta er alveg rétt. Já, það er okkar mál. Við ræðum það ekki hér. Já. En ég þóttist nú svona að sjá hvernig þetta myndi fara og setti saman þetta: ætli menn að etja kappi, ei má sýna nokkur trega, gaflarar þeir hrósa happi, hinir bera sig karlmannlega. Ég langaði mig að bæta hérna aðeins við til vina minna úr Kópavogi, einni vísu ef ég má, sem að væri þá þannig fór hún þessi glíma, þrotinn róðurinn, allir munu einhver tíma ofjar klitta sinn. Það. Og þá er það formleg tilkynning úrslit. Já, Hafnfirðingar hrósa sigri núna, þeir eru með 33 stig en Kópavogs búa 24. Og þá er það eins og venjulega stærri nóapakkarnir fara til þeirra sem tapa
og ég þakka ykkur kærlega fyrir Kópavogsbúar. Þið stóðum ykkur mjög vel. Þessu talangri. En hittu fyrir ykkur á hérna. Nú Hafnfirðingar, það býður ykkar það hlutskipti að keppa við Reykvíkinga sem sigruðu í glímunum við Akureyringa með mjög litlum munn. Gjörðu svo vel og til hamingju með þetta. Og ég vona að þú komir til þeirrar hólmgöngu, Bessi. Já, ég ávist ekki undan komu auðið. Ég var settur í þetta með fógetavaldi og ætli það gildi ekki áfram. Og þá þakka ég öllum sem að þessu stóðu, bæði heima og hér. Tæknum er lokið, verið þið sæl.